Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi á N4. Ég er komin með ansi góðan gest sem er nú held ég ekki vanur að sitja þarna með við borðið. Það er hann Egill Helgason. Velkomin. Takk að kærlega fyrir. Og velkomin norður í fyrsta lagi. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Ég ók í snarhasti norður. Já. Ég leiðast það fyrr til að komast í viðtal til þín. Takk. Það var ekki hægt að keyra mig hratt, maður á ekki að keyra hratt, en það var hálka á heiðunum. Já. Þannig að maður skildi passa sig á henni og skafrenningur á Snæfellsheiði. Skafrenningur, já. Já, en ég náði þess að taka tíð. Takk fyrir það. Ég er bara, mér er bíl heiður að fá því viðtal. Það er nú bara gaman að vera komin hingað. En sko, ég tek eftir að þú ert hérna með pennan þinn. Er þetta eitthvað svona, er þetta öryggsteppið Já. þegar þú ert í viðtali? Þetta er penni sem kona mín gaf mér. Já. Þetta er enda dýrpenni, þetta er Mont Blanc penni. Guð Gaf mér í jólagjöf. Ég átti annan sem ég týndi honum eftir 8 ára og þá fekk ég nýjan. Og ef ég týndi þessum penna þá verður kona mín alveg sjóðband brjáluð, sko. Ok. En ég er alltaf með hann að penna í sjónvarpi. Já, ég er nefnilega tekið eftir því, sko. Og svo fattaði ég að þú varst með hann. Og svo er ég yfirleitt með kók í glasinu í Já. sjónvarpinu. Ok, ekki kaffi. Nei, Nei. en maður á ekki að taka kaffi í sjónvarpi. Sagði Nei. Davíð Oddsson mér, Já. þegar ég var að byrja í sjónvarpinu, maður er of ör og svo færi maður sveitna. Já, ok. Og tekur öllu bókstaflega sem hann segir? eða? Þessu. Bara spyrja. Maður er ekki aldrei að drekka mikið. Ég held ég sé búin að drekka af því ég er búin að vera að keyra. Já. Ég var svolítið að svona sótt á mig sifja þarna einhvers staðar á leiðinni, þá drakk ég held ég aðeins svo mikið kaffi. En hvernig þegar þú keyrir svona, þú keyrir væntanlega frekar mikið á milli staða. Jú. Hvernig svona hagar þínu ferðalögum, sérstaklega á milli sko Reykjavíkur og Akureyrar? Þetta er svona svolítið stöðlu ferð sem fólk fer. Hvar stopparu og þú veist, ertu með svona fasta staði? Ég stoppaði í bakaríinu á hérna í Borgarnesi. Þú stoppar þar? Já, mér finnst það gott bakarí. Já. Svo er ég ættaður úr Austur-Húnavatnssýslu, það er Já. eftir Blönduósi. Ok. Stoppa samt ekki þar. Nei? Nei, stundum stopnaði ég í Víðigerði, en gerði það ekki eins og núna. Nei. Og svo finnst mér Varmahlíð alltaf svolítið fyndin staður. En Hvernig ég það- stoppaði ekki eftir núna. Hvernig það fyndið? Bara því að það er svo mikið líkunin umferðarmiðstöð og Já, það er margt að vera það. Já, margt að vera þar, Já, sko. þetta er svona hjartað. En ég var mjög mikið í Skagafirðinum í sumar að taka upp og svona stúdera þannig. Ég var orðið mjög svona hrifinn af Skagafirði og hérna fór þar inn í Ystu Dali og Ystu Nes. Já, hvað var það svona sérstaklega sem að, var eitthvað sem kom þér á óvart þarna í Skagafirðinu núna? Nei, bara hvað þetta er mikið menningarsvæði og þú veist, Já. mikið saga og þú veist, ég er með innslu í Kiljunni sem ég kalla bækur og staði, þá fer ég á út land og tengi svona náttúru og bókmenntir og svoleiðis. Þetta er hrikalega gaman að vinna þetta og ég er búinn að fara út allt og taka upp svona innslög og var svona rætt í Skagafirði í sumar. Já. Og það er alveg sko fólk frá sko Guðrún frá Lundi og svo er það Indriði G. Þorsteinsson og Arnaldur sonur hans og Jóhannes Birkiland sem var svona furðulegur kall og Símon Dalaskáld. Það var ótrúlega skemmtilegt og svo náttúrulega Sturlunga og ég veit ekki hvað. Já, alls konar sögur þarna, undir Já. hverjum steini, sko. En, og hefur þessi einslu með bara svona svo það er afsökun til þess að fara út á land, eða? Mér finnst mjög gaman að ferðast um landið. Það var nú alltaf verið að bulla því að ég væri svo mikil 101 maður af því ég býr reyndar í 101 alveg í hjarta 101 en ég hef mjög gaman að því að ferðast um landið og hef reynda verið að gera þætti líka út á landi. Í sumar var ég líka að vinna þáttum með Pétri Ármannsinni, arkitekt, byggðasögu 5 bæja á Íslandi, hvernig Já. þeir byggðust. Og það er Ísafjörður og Akureyri, Seyðisfjörður, Vestmannaeyjar og Hafnarfjörður. Já, Þetta er það bara því að þetta er eitthvað svona sem að tengist þínu áhugasviði? Já, það gerir það og við gerðum svona þáttum Reykjavík sko, Já, sem hét Steinstuböldin og svo þetta eru þættir sem að því þetta eru allt bæir sem eiga sko sögu, merkilega langa sögu og merkilegt að sjá hvernig þegar ég var svo heillar að hvernig Akureyri byggist. ok, hvernig þá? Þetta eru 2 bæir, Já, það er innbærinn og eyrinn og það er alltaf að komast á milli af því að það er svo lítið land undir brekkunni. já, þú meinar. Svo var það að byggja sko landfyllingar og hvernig áttir að tengja brekkuna. Akureyringar þekkja þetta náttúrulega ennþá, það er erfitt að aka upp í brekkuna. Þú veist, það eru bara svo fáar leiðir upp í brekkuna. Já, Þá kom til dæmis sko Guðjón Samúelsson og teiknaði kirkjuna og þessar tröppur niður sem er algjörlega brilljant dæmi. algjörlega, en það var nú samt umdeilt á sínum tíma. Menn deilum alla hluti á Já, Íslandi, já, Íslendingar eru þrasar. það er nú deilt hverja einustu tillögu sem kemur byggingaframkvæmdir hér í bæ. Á Akureyri Já, og það er enda gott Það er vegna reyndar þess að
þá komast vondar tillögur oft ekki í framkvæmd. Það er rétt. Já, Það er til rétt. dæmis hérna á Eyrinni. Já, hérna háhýsinu á Eyrinni. En það er mjög skemmtilegt að stúdera sko skipulagssögu Akureyrar. Hún er náttúrulega mjög gömul. Já. Og svo er náttúrulega þetta skipting Kea aðallinn í brekkunni og svo voru dönsku kaupmennir úti í innbænum og Eyrinni var fátækafólkið eða verkamennir. Já, það lifir að svona pínu lífi ennþá. Já. Ég hérna bý á Eyrinni. Ok. Já, ég er samt ekkert rosalega fátæk, bara pínu. Nei. Sko. En það eimir ennþá pínu af svona einhverjum fordómum gagnvart Eyrinni. Og ert þú þá Þórsari eða hvað? Ég er Þórsari. Já. Ég er hérna alin upp í Þór, já. Það er á Eyrinni, er ekki? Já, en ég spila náttúrulega svo lengi fótbolta í Þór Káa, þannig að ég er eiginlega bara, nú er maður eiginlega bara bæði. Já. Já. Það er rosa rígur hérna, maður skilur. Já. Ég er endar svo brjálega káringur, ég skil svo sem alveg rík milli fótboltaliða. Já, þú er alveg upplifað einhvern hatur í þinn garði það. Já, og svo líka svona eitthvað, ég er endar mjög mildur, ég bý sko niður í miðbæi Reykjavík í Skólastræti, í einu elsta húsi Reykjavíkur frá 1856. Vá. Ég var frá viðurkenningu fyrir að gera þau. Já, til hamingju. Svo degi á Reykjavíkurborg. Og það er alveg hliðin á sko gamla KFUM og styttur af sér að Friðrik, þannig að ég bý eiginlega þar sem að Valur var stofnaður sko. Já, ok. En ég Má það þegar maður er úr Vesturbænum? Ég flutti þarna og það var engin Reykjavík burt enn þá. Nei. En ég var í, sem sagt, ég er alveg upp í Vesturbænum. Já, en hvernig er munurinn á því að vera í Vesturbænum og vera í 101? Það er náttúrulega örugglega ekki það sami í dag eins og það var. Já, ég átti alveg dásamlega bernsku á Ásvallagötunum þar, í svona hverfið þar svona fullt af börnum og allir út að leika sér alltaf í fótbolta og handbolta og öllu. Og nú bý ég náttúrulega í hverfið þar sem er bara svolítið ómikið á túristum sko. Já, en það var kannski fyrirsjáanlegt. Það var fyrirsjáanlegt. Stundum langar mig til að flytja burt sko. Ég meina sér að stundum velti fyrir mig hvort að maður ætti ekki bara, þú veist, að fara eitthvað langt burt sko. Já, bara eitthvað út á land. Já, þess vegna. Áttu þér einhver svona uppáhaldsstaði út á landi? Vestmannaeyjar. Já. Ég vann þar í fiski sem strákur. Ekki mjög vænt Vestmannaeyjar. Siglufjörður, ég gerði þáttaröð Siglufjörð. Já, ég sá hana. Það er alveg dásamlega gaman á Siglufjörði. Svo er bara mjög hrifin á Akureyri, mér finnst Akureyri. Já, ég er alltaf að bíða eftir negri. Mér finnst Akureyri bara mjög indæll og skemmtilegu bæir. Já. Og náttúrulega svo fallegur. Já, hann er það. Og þannig að þú veist, það er bara Húsavík, finnst mér góð bæir líka. Já, þetta er einhver svona leynistaði. Ég hitti þig á tilvílinu á Húsavík, við kynntumst í þetta bakari á Húsavík í sumar. Það var mjög fyndið. Það var eiginlega bara mjög fyndið. En þetta eru svona ótrúlega hlutir sem að gera stundum þegar maður er ekkert eitthvað með neitt plan. Ég var ekki með neitt plan. Ég var bara eitthvað að labba og sá þig fyrir utan eitthvað bakari og við fórum bara að tala saman. Já, nákvæmlega sko. Og það finnst mér reyndar ótrúlega gaman kannski, og þú hlýtur nú að upplifa það líka í þínu starfi að þetta fara og fá að tala við alls konar fólk, það er bara svo skemmtilegt. Sko, það er einmitt málið og sem ég langaði svolítið að ræða við þig, því ég veit að þú ert náttúrulega miklu vanari því að vera að spyrja spurningana heldur en að svara þeim. Jú. En sko, en það er samt alveg ákveðin áskorun líka að spyrja spurningana. Það er það. Og stundum fær maður bara smá stund til þess að kynnast fólki áður en að í rauninni kveikt á myndavélinni. Jú. Og maður þarf kannski að vera svona með svolítið svona, ég vil ekki sletta á að segja people skills, hvað heitir það? Samskiptahæfileika eða mannþekkjari eða hvað maður á að segja? Hvað kallar þú það? Ég veit ekki, ég held að þetta sé ákveðið næmi sko. Já. Ég held að þetta sé svona fyrir eitthvað næmur á fólk sem er kringum mig. Ertu lengi áttaði á fólki? Nei, ég held að þetta sé fyrir eitthvað fljótur að því. Svo er þetta ákveðið innsæi, svo þarf maður að hafa áhuga á fólki og svo finnst mér að mann þurfi þykja svolítið vænt fólk. Já. Ég fyrir nefnilega alltaf að hugsa að fyrir mér fyrir eitthvað þykja svolítið vænt fólk sem ég er að taka viðtöl við. Mér sé að í einhverjum pólitísku þætti, þetta er eiginlega, þetta má ekki þegar maður er með pólitískar umræður, allt í einu með maður einhvern harðvítugar pólitíkus og allt í einu svo fer maður svona, heyrðu, mér þykir nú svolítið vænt þennan mann, bara ég vil bara helst að hann komi vel út hérna. Já. Ég man, ég upplifði þessa tilfinninga gagnvart fólki, sko, eitthvað sem var gagnvart Halldór Ásgrímssyni, ég átti eitthvað að vera að hamast í honum út af einhverju pólitíku allt í einu bara að segja, heyrðu, mér þykir bara svolítið vænt Halldór.
Já, þetta góðu kall. Já, okkur er ég að þess, okkur er ég svona lögur. Já, en sko það náttúrulega himinn og hafa væntanlega á milli þess að þurfa að tala við pólitíkusa stjórnmál heldur en að fara út á land og tala við fólk sögu og kannski bókmenntir og eitthvað sem þau brenna fyrir, sko, persónulega. Já, en ég finnst alltaf verið þeirra skoðunar að fólk eigi að fá að tala nokkurn veginn út. Maður er ekki alltaf verið að grípa fram í fyrir fólki. Því að þú veist, oft þegar fólk gerir málhvíld í miðri setningu einhvern veginn, þá það aðeins að hugsa og góði parturinn kemur í seinni og þá eru svo margir búnir að þessar óþolumóðu, þeir eru búnir að grípa fram í. Fá ekki góða hluta. Já, stundum maður þvingar fólk til þess að bara halda áfram, bara með því að segja ekki neitt. Þá kemur einmitt eitthvað gott. Jónas, Jónasson, útvarpsmaður, pappinnar Sigurlaugar sem á RÚV, hann var snillingur. Hann var með kvöldstund með Jónasi og hann var með sem sagt, hann bauð fólki í stúdíó á RÚV, kveikt á kertum, gaf í epladjús og ekki áfengi því að hann var A-maður. Og svo kynnti hann þáttinn og næstu þægði. Og svo maður byrjaði svona að panikera, þú veist, hvað á ég ekki segja við þennan mann? Á ég að gera eitthvað? Og það töluðu allir af sér hjá Jónasi. Ég gerði þetta einhvern tímann, fór í viðtal við hann og ég vissi ekki svona, ég var búin að segja allir ættingja mínir í Húnavarsýslu, ég ættar Húnavarsýslu, það fólk reyndar allt flutt í bæinn, en þetta verið meira með keksrugla lið og ég hefði, þú veist, eitt ævin í að reyna að kveða niður húnversku genin. Þetta vakti ekki óbærslega hrifningu hjá Húnvendingum. Ekki Húnavarsýslum. Svo fór ég að segja að borgfyrrsku geni mín væri svo löt og Já, hann hefur fengið til þess að opna þig algjörlega. Algjörlega, ég menn það líka að ég hef verið farin að ræja gamla frænku mínar við þann Jónas. Ok, hann hefur greinilega verið snillingur. Hann var snillingur. Það líka oft, mann alltaf heyrir oft viðtöl við sama fólkið á Íslandi. Það óumflýjanlegt. Þú ert væntanlega búin að tala margoft við sumt fólk. Já, mjög oft við sumt fólk. Já, þetta voðalega mikið sama fólki sem að gera hluti oft. Og svo þegar maður einhvern veginn ákveður að setjast niður og horfa á viðtal við eitthvað sem þekktur, eins og þú til dæmis, þá langar mann kannski að fá eitthvað nýtt. Jú. Eitthvað nýtt og þú færð það yfirleitt ekki og horfir til dæmis að viðtal við stjórnmálamann. Nei. Ég er ekki fara að fá stjórnmálamann til þess að segja mér eitthvað sem að einhvern virkilega langar til að vita. Nei, þeir setja sig í svo mikla stellingar yfirleitt. Já, en svo kannski ef maður fengi að taka viðtal við sem manneskjan þessi, það er náttúrulega oft það oft betra að þeir eru bara komin eftirlaun ég tók voðalega svona fallegt viðtal við Ólaf Ragnar Grímsson daginn og þá var hann fann að tala bensku sína og mömmu sína sem var veik og þá var maður alltaf þetta er miklu áhugaverðari maður en ég held að væri. Já, einmitt, fólk er náttúrulega búið að vera kannski bara í einhverju smá hlutverki og svo er þetta eitthvað gaman að ferðast við verum að tala svona fæi að ég tók viðtal við 91 árs gamla mann bónda sem hafði kynst Einari Benediktssyni og sem dó 1940 en þú veist, og ég hugsaði, þessi kall hann er frábær, hann talar opbáslega góða íslensku og hann hefur séð margt en þú veist, 90 ára gamalt fólk er yfirleitt ekkert í sjónvarpinu. Nei. Það er svona mikil æskudýrkun í sjónvarpi að þú veist, það er svo mér finnst það líka áhyggjur forréttindi að vera með þátt þar sem að eldra fólk má koma. Já, ég er alveg sammála því. Við erum alveg nokkuð duglega að tala við eldra fólki, til dæmis að norðan og að vestan og að austan þáttunum okkar. Já. Það er ég var einmitt að taka viðtal daginn við nýræðamann sem að verður nú ekki sýnt fyrir jólin en þar einmitt var mér er bara svo ótrúlega forréttindi að fá að tala við einhvern sem getur sagt mér frá hann man bara mjög vel jól í Torfbæ. Já, hvernig það var og hvað hann fékk í jólagjöf. Já. Og allt þetta, þú veist, mér finnst það bara... Hann man ekki bara kóklestina eða eitthvað svoleiðis, Nei, einmitt, hann man bara eftir að hafa leik sem er legg og skel og fengi kerti í jólagjöf. Já, þetta er nefnilega, eins og ég hef tekið eftir að þið eru þessi góð að ferðast og við erum með flott innslug og það er. Já, takk fyrir það. Það finnst mér vera alveg til fyrirmyndar. Já, ég hugsa fólk skiptir held ég oft yfir á N4 til þess að slaka hans á og bara sjá venjulegt fólk, segja frá venjulegt. Ég meni þið eruð alveg þarna, ég veit alveg þið eru á milli boltans sem er öðrum megin og RÚV sem er hinum megin. Ok, þú stillir stundum á okkur. Já. Þú þorir ekki að segja annað hér. Algjörlega. En
annars sem ég spá í, í sambandi við svona viðtalstækni og svoleiðis, að þú hefur opnaði svolítið varðandi sko kvíða og svoleiðis og ég hef til dæmis fengið svona komment á það að það lýsir svona ekki miklu óöryggi að vera í þessu starfi sem að maður í, að vera í sjónvarpi. En málið að maður náttúrulega yfirleitt ekki sjálfur í sviðsljósinu sko. Þannig að þú veist, þess vegna held ég að það geti kannski verið svolítið, maður þarf ekkert endilega að vera hérna rosalega mikið sjálfsöryggi. Nei, þetta náttúrulega bara ákveðið fag sko. Ég er mjög sko öruggur fyrir svona myndavélar og mér líður vel beinni útsendingu bara næstum eins og ég sé heima hjá mér en ég hef átt við svona kvíðavandamál og stríða og þunglindi og þú veist sem að hefur orðið svolítið þrálátt stundum. Tengist það þá ekki vinnunni eða? Nei, það tengist bara ofkeyrslu, þú veist, unnið yfir mig, líklega þetta eitthvað genetist, þetta ger svolítið í fjölskyldu minni og svona hinn og öðru, þetta bara eitthvað kvíða fargan sko, þú veist þá þegar maður fer að lendir í því að vera einhvern veginn fastur í því að hugsa að maður hefði átt að gera eitthvað annað í fortíðinni, einhvern veginn breyta sem maður getur ekki breytt og að framtíðin sé hræðileg. Þá maður, og svo maður einhvern veginn læstur inn í einhverju augnabliki sem sko milli þessa fargs sem framtíðin og fortíðin, þetta andstyggileg tilfinning og ég hef þurft að nota lyf gegn þessu stundum og hérna, ég hef nú ekki verið nógu duglegur við að fara til sálfræðinga samt en þetta þetta vissulega svona pakki að bera sko. En ég hef samt farin að held ég kunna aðeins að passa sko, það svona 2 ár síðan ég lendi síðast ég var frá vinnu þarna tíma út af þessu sem var það versta sem ég lendi í ég montaði mig að því að í 20 ár misti ég aldrei úr þátt sko. En það svona dæmi hvernig ég keyri mig áfram ég misti aldrei úr þátt ég alltaf að vinna sko. Og hérna kona mér segir þú veist skelfilegur að ég alltaf að vinna þú veist, hún lítur að mér og þá stelst ég til að vinna og hérna ég þurfi kannski að passa mig aðeins betur sko. En þú hefði þá lent í því að þurfa að taka þér frí ég bara krassaði sko, ekki 2 ár síðan í maí þá bara krassaði ég sko og var bara heilengi að ná mér sko og hvað gerðirðu til þess að ná þér? Ég fór í göngutúra ég fór út á land það var aðalega það bara svona það einhvern veginn reyndi að vera hlífa aðeins sjálfum mér sko, svo hef ég bara gaman að ég að vinna sko. Getur ekki hugsað þér að hætta því neitt? Nei, og þú veist ég ekki að vinna fyrir pening, ég aldrei hugsaði að vinna fyrir pening, það alltaf að vinna bara eitthvað sem vinnan gefur mig sjálf sem að, þú veist, við í fjölmiðlum erum ekkert, þú veist, maður ekki ríkáður á því að vera fjölmiðlamaður í Íslandi, sko. Nei, einmitt. Það bara ekki. En það þú veist, ég byrjaði náttúrulega, ég svo gamall, ég ekki gamall, þannig ég byrjaði sko 81. Já. Og ég var bara rúmlega 20, sko. Einmitt. Á blaði, á tímanum sem allir lásum náttúrulega hérna, sko. Já, þá var þetta náttúrulega svona stjórnmálatengt, öll blöðin. Ég náttúrulega þessu unga, ég þekki það ekki, sko. Svo var ég á Alþýðublaðinu og Helgapóstinu. Og svo á ýmsum tímaritum þannig að þú veist ég hef rosalega langa ég var eiginlega sko halva starfsævina var ég sko skrifandi blaðamaður það ekki fyrir en sko svona fertugt því ég fer inn í sem ferði sjónvarp ég var enda eitthvað svolítið sjónvarsfréttum áður já þú varst fréttastjóri María sem hér hérna forstýra framkvæmdastjóri hún var nú þannig á sjónvarpinu svona svipaleiti við já þið hafa verið saman á fréttastofunni og hérna en það átti aldrei neitt sérstaklega vel við mig sko. Nei. En ég á mér séð sko þetta svo skrítin heimur að þá einhvern tímann forfallaðist sjávarútvegsfréttamaður RÚV og ég var í sko sjávarútvegsfréttum í 9 mánuði. Já. Ég þekkti ekki muninn á sóknarmarki og aflamarki þegar ég byrjaði. Ég veit ekki hvað það sko. Endanum var ég farin að vera alveg tala allt hérna sjávarútvegslingu. Já, þú hefur með þetta allt á hreinu. Þetta svolítið eins og blaðamennskan á Íslandi, maður þarf að gera fleira en gott þykir. Já, mér minnir sko við höfum rætt það á Húsavík í sumar að þessi svona hæfileiki til þess að vera svolítið kameljón og hafa áhuga á öllu svolítið mikilvægur í þessu starfi. Jú. En hjá þér þetta þá svona ertu þá drifin áfram sko af forvitni eða af, þú veist, áhuga? Ég veit þú verður rosa mikið í svona sögulegum hlutum og svoleiðis dagskrárgerð, þú veist, ertu meiri fréttamaður eða sögumaður? Ég sé meiri sögumaður, sko.
ég byrjaði nú eiginlega sem svona menningarblaðamaður í gamla daga sko. Ég var á Tímanum. Við Illugi Jökulsson fengum að sjá helgablað Tímans. Hún 21 árs strákar og ég held að bændurnir vissi ekki hvað hann á sér stóðu veðrið sko. Þeir voru að lesa greinar punktónlist og eitthvað svona. Já. En jú, það hefur aldrei alltaf verið. En svo sko fékk ég rosalega pólitískan áhuga mjög seint sko. Það var ekki fyrir 30 þegar ég fekk áhuga á pólitík. Nei, þú varst bara alls ekki pælið fyrir. Nei, ég var pælið bókmenntum alltaf og sögu og svona. Svo fer ég allir að lesa einhverja ævisögur stjórnmálamann og svona. Og fæ ég áhuga á pólitík sem endar með því að fertugt ég komin með stjórnmálaþátt sem ennþá gengur. Já, Silfrið. En ég verð samt að játa það, ég hef minni áhuga á pólitík núna en ég hafði. Er þetta svona að dala? Það er að dala og ég er meira bara í þessu mannlega sögunni, jafnvel því sem að kalla sko þjóðlegu fróðleikur sem er náttúrulega það að fara svona landið og hitta. Já, af hverju heldur að það höfði meira til núna? Það er stundum sagt að þetta bara Íslendinga verði svona þegar þeir eru gamlir, þá leggist þeir í þjóðlega fróðleik. Þetta er svona þóttið að geta skammærir þegar ég var strákur sko. Já. En ég bara játa það á mig og ég hef gaman að þjóðlegu fróðleik nú verið. Já, ég man ekki hvað ég var að lesa daginn eitthvað eftir Þórberg hvað sem var að tala að þegar maður orðin svona hálfgerður andlegur öregi að þá flyttur maður út í sveit. Já. Það er kannski eitthvað svoleiðis. En ég held að þetta en svo verður maður náttúrulega að segja sem að maður er í sjónvarpi og maður verður svolítið hégómlegur sko, stundum. Og kannski ekki endilega vondur að mann finnst gaman að fá klapp á bakið og mér finnst gaman að fara, þú veist, landið og þú veist, ég stoppa á Húsavík og það þekkja mig allir á Húsavík. Ég segi, hvernig anskotan stendur að því fólkið þekkja mig á Húsavík, en það gerir það. Já. Því ég er líka í sjónvarpinu þar og svona. En maður má samt ekki ofmetnast, það að vera sjónvarpsmaður í Íslandi þýðir ekki að maður sé heimsfrægur. Það er mjög langt frá því að vera heimsfrægur. Maður getur fyrir til færi, já, það myndi enginn þekkja mann þar. Einmitt. En þú ert þannig svona smá kóngur á Íslandi. Jú, maður er kóngur í svona litlu bolli, sko. Já, einmitt. Er það gott eða slæmt? Ég veit ekki, sko. Ég fór í blaðamannskóla í Fraklandi þegar ég var ungur maður. Já. Og svona hefði kannski geta unnið á alþjóðavettvangi. Ég segi ekki hjá frægur alþjóðavettvangi en svona stundum spyr ég mig að því hvort það hefði verið eitthvað. Hvort það hefði verið þess virði, sko. En maður það þýðir ekkert að pæla í því lengur, sko. Svo er ég bara svolítið af kynslóða því en orðin þetta gamall að þetta er sko kynslóð sem fór kannski eitthvað út en hún kom aftur heim, sko. Ég á sko 3 hálfbræður sem eru allir í einhvern viðskiptum erlendis og þeir bara, þú veist, þeir synda í bara alþjóðlegu vatni, sko. Þeir eru lengra, þeir eru Íslendingar, þeir eru líka Danir, þeir eru líka Bandaríkjamenn, þeir eru líka Bretar og heimurinn er þeirra leikvöllur, sko. Og þetta er bara allt öðru sem hugafari var þegar, ég er allast upp og þá er ennþá gjaldeyrishöft og þú veist, maður var sendur út í heim til að með einhverja ávísun frá Landsbankanum sem var ekki hægt að sko skipta einstæðar og þetta, þú veist, bara heimurinn hefur gjörbreyst og hvað krakkar hvattir til að fara út í Erasmusar-prógram og ég veit ekki hvað á hvað. Já, fara út og upplifa eitthvað. Þetta er, þú veist, framfær. Já, það er það. Það breytir svo sem kannski líka aðeins hugsunarhættinum að sjá svona hvernig aðrir lifa og Ert þú ekki búin að búa í útlöndum stóra hluta lífsins? Jú, ég er búin að búa bæði í Bandaríkjunum og í Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn er næstum því bara eins og aðeins stærri Reykjavík finnst mér stundum, sko. Nú er notaleg og svona. Nú er notaleg og mikið af Íslendingum og Danir eru náttúrulega, mér finnst þetta dásamlegir, sko. En vissulega svolítið öðruvísi að búa í Bandaríkjunum, en mjög lærdómsríkt. Ég var fordómafull í garð Bandaríkjamanna. Kannski vill maður ekki búa í Bandaríkjunum. Ég er búin að vera svolítið mikið í Bandaríkjunum núna. Síðust ára út af syni mínum sem hefur verið að læra námskeið og svona. Kannski vill maður ekki búa svona til frambúðar í Bandaríkjunum, en ég hef svolítið grunum að hann muni gera það, svona minn, sko. Já, kann hann vel við sig hérna? Hann er svona Bandaríkja dindill, eins og ég segi. Það hrifin allir Bandaríkjunum svo bara einhvern veginn hans karriér eða það sem hann fæst við er á eiginlega best heima í Bandaríkjunum. Já, það er þá alveg skiljanlegt. En ég meina það er gott að það er eiginlega orðið svo stutt á milli allra staða í heiminum. Það, sko. Svona allan á meðan við erum ekki heftað af þessu COVID-i. Veistu, ég er svolítið flughræddur. Ertu flughræddur? Ok, það er ekki gott. Já, ég var það, ég lenti ykkur ferlega leiðilegu
drasli hérna yfir ungversku sléttunni fyrir einhverjum árum. Laust svo eldingu í vél. Laust eldingu í vél? Og ég hérna... Almáttugur. Og svo gat hún ekki lent og eitthvað svona, þannig að ég hérna, nú reyni ég, á Íslandi þá reyni ég að keyra allt sem get, sko. Já, þú vilt helst ekki fljúga hérna á milli Akureyrar og Reykjavíkur. En sem er reyndar hrikalega örugt og þægilegt, sko. Já, og tekur þú hálftíma. Ég veit það. Svo ég komin upp í vélina þá var það alveg ágætt, sko. Já, það er líka mjög sjaldan eldingar hérna. En þetta er einhver fjári sem ég kom mér upp svona á gammalsaldri. Já, það er ekki gott, sko. Nei. En heyrðu, við skulum fá okkur hérna aðeins meira. Ég fæ mér kaffi og þú færðir kók eða ég er ekki með áfengi. Nei, þetta er virkjum bara... Ég sagði þér aðan, aldrei áfengi sem var því að maður byrjar að vera þvöglumæltur eftir 1 bjór er maður þvöglumæltur. Ok, ég ætla bara að fara eftir þessu alltaf sem þú ert að segja mér núna, takk. Og nei, við skulum bara segja frá því þú ert með Gatorade þannig onni. Já, ok, til að hressa mig við eftir keyrslu. Já, eftir langa keyrslu og við skiljum það mjög vel. Íþróttadrykkur frá Flórída. Mjög gott. Heyrðu, við ætlum að fara í auglýsingahlé, komum aftur eftir örstuttastund. Velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sitt hérna með Agli Helgasyni. Hann er nýbúinn að fá sér aðeins meira Gatorade í könnuna sína. Bládrykkur, þetta er fullandi menni ekki að drekka svona. En ég er alltaf með kók í sjónvarpinu. Ég hef alltaf verið með það þessi 20 ár. En ég sagði aldrei áfengi og hérna. En það drekki mjög lítið áfengi nú orðið. Ég var svona eins og mín kynslóð blaðamanna við heldum alltaf mikið í okkur svona tímabil. Já, svona í starfslýsingunni. Já, það var nú gatt fyrir ansi slæmt, sko. Og hérna, það er ekki gott fyrir sköpunargáfuna og ekki gott fyrir vinnuna, þannig að hérna, það er nú árið ansi langt síðan ég hætti að drekka mig fullan, sko. En ég var ég kom nú stundum á Sjallan hérna í gamla því, tengdstaðins Akureyri. Ég kom stundum í Sjallan hérna og skemmti mér hérna meðan hann var í blóma og mér sé að Ingimar Eydal. En síðast ég kom í Sjallan, þá voru stuðmenn að spila þar. Það var í kringum 2000. Ég var til dæmis nýbúinn að slá í gegn í sjónvarpi. Á fyrstu Edduverðlaunum og svona. Og Jakob Frímann Magnússon er að vera með sinni hljómsveit stuðmönnum og hann segir hér í salnum er Egill Helgason staddur. Sjálfur Silfur Egill, við skulum fagna honum. Ég var nýbúinn að kynnast konunni minni. Þegar kona mín kynst mér þá vissi hún ekki hver ég var. Nei. Og hún vissi ekki að ég væri svona frægur. Nei. Svo fórum við út og það elti mig múgur og margmenni hérna í gegnum yfir Ráðstorgið og inn í hérna Hafnarstræti og vildi fá að spjalla við mig. Og kona mín var algjörlega í losti. Já. Það var svona kynst svona frægumanni sem var eltur af múg og margmenni. Já, var hún ekki bara ánægð með að eiga svona eftirsóttan mann? En hún var mjög undrandi. Já, ég trúi því. Já. En er þetta það atvik þar sem þér hefur liðið sem frægastum? Já, þetta er eiginlega. Þegar Jakob Frímann tók sér til og einhvern veginn, ég segi ekki hann sigað fólkin á mig, en hann, þú veist. Hann ákvað að benda aðeins á þig hann. Já, ok. Þetta var ekki, en ég hef svona, það er náttúrulega þú veist, við vorum að tala hvernig er að vera frægur á Íslandi. Það er kannski einn ókosturinn við að vera frægur, það er það að maður getur kannski ekki farið mikið út meðal fólks eftir ákveðin tíma. Já, fólk líka, það losnar náttúrulega málbeinið að fólki. Já, það vill líka fá að tala við mann. Já. Og ef mann nennir ekki að tala við það, þá verður oft pirrað og þú veist, svona, þú veist. Vill meina að þú sért með stjörnustæla. Ég veit, og ég er býðandi miðbænum í Reykjavík, en ég fer eiginlega aldrei út úr húsi eftir, sko, helgar eða... Nei, en ég er ekkert að fara að rekast þig á djamminu og Laugaveginum eitthvað... Nei, þú ert ekki mikið þar. Nei. Ok, skil. Ekki það með langi, en þetta er samt skona ákveðin og sko, ég hef verið laminn og skildur á djamminu Reykjavík af því einhverjum sem var uppsugað við mig, einhverjum sem ég nefndi ekki að tala við og svona leigubílstjórar hafa bjargað mér inn í bílinn hjá sér og svona, þú veist, það er alls konar svona vitleysar. Já, þetta er greinilega svona dökkar hliðin á lífi frægra. Það er ekki eins og sjónvarpsstjörnur á Íslandi sem er lífverði, sko. Nei, það væri kannski svolítið skrítið að lappa með einhverja lífverði. Maður myndi ekki að efna því borga. Nei, fyrsta lagi. Það var sjálfboðina. En sko, talandi það mitt að vera svona, þú veist, já, áberandi í samfélaginu sem þú náttúrulega ert og þú oft ert í tengslum við
eldfim málefni sem Jú. tengja stjórnmálum og öðru, færðu mikið af sko tölvupóstum, kvörtunum, einhverju svona, er fólk að skipta sér mikið af? Já, samt minna held ég en margir aðrir. Ok. Ég held að það sé kannski, ég er kannski því svo stórfeitur en það er, ég er búin að ýta svona svolítið vel frá mér einhvern veginn. Já. Ég veit, ég er búin að skapa mér alltaf svona mikið rými. En hvað gerirðu? Meira rými en margir og það er náttúrulega byggist að því bara ég er búin að vera svo lengi í þessu að fólk einhvern veginn sko, Já. ég veit ekki hvort að það þorir ekki, að það er einhvern veginn, kann ekki alveg við það. Nei, þú ert kannski búin að skapa þér svona einhverja virðingu sem Já. að fólk kannski treystir því bara að... Og þú veist, ég meina það er margir alveg hel ósáttur við mig, ég meina þú veist, fyrir kosningarna núna þá fann ég að sko sósíalistunum fannst ég vera sko bara mesta íhald á landinu. Já. Og svo fæ ég eitthvað, sko var ég í Sundlaug hérna hitti fyrir og þá var maður sem hljóp upp úr pottinu því ég kom onni og orgaði kommunisti, ég ætla ekki að vera í potti með kommunista. Hvað hélt hann myndi gerast eiginlega? Það myndi smitast. Smitast á kommunisma. Það er, þú veist, þetta er Stórhættulegt. pínulítið svona, þú veist, að kannski svolítið skemmtilegt að fólk getur svona haft Já. alveg mismunandi sín á hvað maður er. Ég er sjálfur bara óttalegur miðju Já. og svo er þetta partur af því að vera fjalla fréttur og fjölmiðla svona lengi það, og stjórnmála svona lengi það að maður fyrir að setja sig í spor allra sko. Já. Maður hættir eiginlega að hafa mjög einstrengingslega skoðanir. Og hættur að velta þig fyrir hvað þér finnist hluti? Nei, já, það er nefnilega málið, sko, ef maður er að fara í umræðu þátt og maður þarf að passa að leiða fram að sjónarmið, þá getur maður ekki bara að vera að hugsa hvað mér finnst, sko, mann finnst sjálfum, sko. Nei, það er örugglega bara mjög hættulegt. Maður verður bara að sýna skilning og kannski endan var beðið með því að verða hálf geltur sjálfur, ég veit það ekki, en ég er alltaf, sko, ég er orðinn með hryllilega skilningsríkur. Já, það er reyndar... Og gagnvart sjónarmiðum og að fólk hafi sjónarmiðum. Ég hugsa að það sé reyndar ekkert slæmur eiginleiki, sko, svona almennt. Og ég trúi nú reyndar bara dálítið á málamiðlanir sem með þurfum við bara að sætta sjónarmið. En hvað... Þá fer maður kannski að verða framsóknarmaður. Ég er ekki bara besta. Það er ekki, ég er hérna fyrir norðan, hér er svo mikið framsóknarmenn hérna. Einhverjir örugglega, sko. Það er ekki mjög margir í hérna bænum. Nei, kannski ekki. Þeim fjölgaði þetta núna í kosningum. Þeim fjölgaði, já. Það fjölgaði út allt eitthvað. Ásmundur Einar, hann er frá sko næsta bæ þar sem ég var í sveit í Dölunum. Já. Og við tölum alltaf saman eins og við séum sveitungar. Já, hann er vinsæll, sko. Já, hann sló í gegn í Reykjavík. Ég meina, oft kannski þarf þetta líka að snúast svolítið meira fólkið heldur en flokkin. Þetta er kannski að vera aðeins svo flokka miðað hérna á Íslandi. Já, hann tók sko einlægnina. Hann fór að tala sjálfan sig og að það sem hann hefði upplifað sjálfur hefði mótað svona afstöðu og þetta bara. Já, það virkar. Það virkar. Já. Í alvörunni, í staði fyrir að vera með einhverja endalausa frasa, sko. Já. Segi ekki neitt. Og þú veist strax að fólk er í rauninni bara að þylja upp eitthvað sem það æði sig að segja. Og þetta gerir maður alltaf gráharðan í sjónvarp. Maður er búin að raða saman einhverjum hópi af fólki í sjónvarpi og sumir eru mjög góðir. Og svo er einhverjir sem eru bara eins og hænur að tyggja upp einhverja frasa sem að sko, koma frá flokknum. Það er hræðilegt og maður verður hálf gráharður við því, sko. Já, en ég meina, er þetta fólk ekki bara logandi hrætt að segja eitthvað af sér? Eða þú veist, er það ekki málið? Já. Þú myndi kynast þessu og þú ferður að tala gæðist við stjórnmálamenn. Já, mér var, það var orðað við mig að taka þátt í og við vorum með kosningaþætti fyrir síðustu kosningar og ég eiginlega bara afþakkaði það, sko. Mér líst ekkert á þetta dæmi, sko. Svo versna margir, sko, byrja kannski vel og svo fara þeir að verða verri og verri og maður hættir að heyra hvað að segja, maður sónar bara út. Já, það verður svona suð. Akkurat, ég minn. En sko, talandi sko, stjórnmál og þannig, og þú hefur rauninni aldrei komið út með eitthvað svona opinbera stjórnmál og skoðun þína? Nei, ekki þannig. Mér hefur verið boðið að fara í framboð í stjórnmálum og svona, sko. Já. Og ég var svona blaðamaður í gamla dag og þá hafði ég skrifaði leiðara í Tímann og leiðara í Alþýðublaðið og svona, en nei, ég hef ekki svona, sko, ég hef aldrei verið í einhverju flokksmaður. Nei, þú er aldrei íhugað að eitthvað alvarlega að fara í stjórnmál? Það kom nú til greina hérna, kona mín bannaði mér það. Já, ok. Ertu ekki bara þakklátur? Hún sagði
Já, það var hérna eftir hrun, sko. Já. Og hérna, Hugsaðir að þú geti bjargað okkur? Ég veit ekki, maður hefði lent undir grænni torfu, hérna, bara í æsif-málið og svoleiðis, sko. Já, Og hérna, þannig að það varð ekki sem betur fyrir. Nei. Og hérna, og svona metnaður minn stendur ekki þannig, þú veist, af hverju ætti maður að fara úr starfið þar sem að maður nýtur, sko, bara nokkura vinsælda og líður vel yfir í það að vera óvinsæll alþingismaður. Ég veit ekki af hverju maður ætti að gera það, sko. Nei. Ég er hérna, en ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem að tekur þann slag. Ég verði að segja það samt, sko. Það er endilega, það er talað allt og illa þingmenn og fólk sem fyrir pólitík. Já, en þú veist, þetta er ákveðin fórn. Þú ert í rauninni, þú ferður örugglega viljandi í þetta, þú veist, vitandi það að þú ert í rauninni að stofna mannorðinu í hættu. Algjörlega. Og það er náttúrulega ákveðin virðingavert að einhver sé til í það, ekki ég, en þú veist. Já, og svo er fólki oft sparkað það út og það missir þingsætið og þá á það ekki afturkvæmt í störf og svona. Það er ekki hægt að ráða en á fjölmiðla því það er búið að marka eitthvað frá. Ég meina, til dæmis hversu lengi er fólk stimplað forsetaframbjóðandi? Já. Þú veist, einhver sem fór einhvern tímann í forsetaframbjóð er forsetaframbjóðandi bara að eilífu. Það er svoleiðis. En hérna, já, talaðu það, forsetið, þú ert ekkert að pæla því. Ég er nú ekki forseti, við erum eins og góða forseta núna. Æ, hann er þetta, já, einslur. Og svo ég vissum að næstu forseti verður kona. Já. Ég held að það sé nú alveg bara komið tíma það. Það væri rosalega gaman. Það þarf að finna einhverja góða konu til að vera forseti næst. Já, það væri skemmtilegt. Já, það er hérna. Klárlega. En sko, þú ert mikið þekktur fyrir að fjalla bókmenntir. Jú. Og með það sem þú sagði mér áðan, þá er það væntanlega einhver áhugi sem hefur fylgt þér bara alla tíð, eða? Ég var krakki og las bara upp heilu bókasafni. Já. Borgarbókasafni bara, þú veist, heilu útibúin. Þú hefur bara verið þar eins og grár köttur bara. En ég var samt ekki, sko, ég var líka í íþróttum. Já, ok. Og ég var ekki, svona, ég bara gerði hvort Já. Fótbolti og bækur, sko. Sko, þetta er samt heilmikið vinna að fjalla bókmenntir. Já. Þú ert með vikulegan þátt, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Sem heitir Kiljan á RÚV. Og þar er fjallað nokkrar bækur í hverjum þætti. Já. Og lestu þær allar? Flest allar. Já. Ég les mjög mikið, sko, sérstaklega á þessari bókavertíð. Og ég hef hugsað þannig að, þú veist, það er kannski einhver sem er búinn að eyða 5 árum í að skrifa bók og hefur hellt blóði og svita í bókina og svo kemur einhver kall í sjónvarpi, svona góður með sig. Já. Og ætlar að fara að tala um bókina, hefur ekki lesið hana. Nei. Það er náttúrulega argasta óvirðing. Það er það. Og ég myndi ekki fjalla um sinfóníu eftir einhvern mann annars að hafa heyrt hana. Nei, akkurat. Þannig að mér finnst það að vera skylda mín gagnvart bæði höfundunum og lesendunum að ég hafi kynnt mér efni bókana, en það getur sem því það að ég þarf kannski að lesa 10 bækur í viku eða eitthvað svoleiðis. Er það ekkert, er það ekki of mikið? Spurðu konuna mína. Já. Stundum kannski rennur það of mikið saman í eitt, en ég er svona bara nokkuð góð með það og mér finnst það nú bara skemmtilegt, sko. Og svo þegar ég er búin að lesa bækurnar sem ég er að lesa fyrir þá fer ég að lesa aðrar bækur sem er skemmtilegar. Já, þá hugsaðu ekkert að kannski gera eitthvað annað? Nei, ég búin að lesa með dellu fyrir grísku frumkirkjunni svona í býsantíska tímanum svona í kringum 300-500. Já. Þegar maður voru að deila um eðli hérna guðdómsins. Eðli guðdómsins? Þetta er ekki eftir guðfræðinni. Bara svona létt með hvort að Kristur hvort að guðdómurinn veri 1 eða 3-1 eða eitthvað svona. Það er náttúrulega alveg fáránlegt að vera kannski búin að lesa 10 bækur í viku og vilja svo slappa af en þá bara að lesa meira. Já, ekki þetta opast erfitt með það. Ég hef ekki þolinmæði til að horfa á sjónvarpsþætti. Seríur, ég bara næði ekki. Nei, þannig að þú kannski eyðir tímanum sem að margir eyða í að hámhorfa á Netflix í að hámlesa bækur. Já, nema reyndar vísindaskaldskapur í sjónvarpi, mér finnst það mjög skemmtilega. Já, þið finnst það skemmtilega. Já. Ok, þannig að stundum tekur þér pásu. Já, það eru vísindaskaldskapur. Já, ég skil. Já, það er gott. Já. En hljóðbækur, nýtur þér það eitthvað? Nei. Hlustaru? Nei, mér finnst það ekki fræðilegt. Nei, okkur ekki? Bara ég er svo vanur því að lesa, sko. Þú þarfst að hafa þetta í hendinni? Já, ég les dálítið mikið á, sko, lestölvu. Já. Það hefur svona kost vegna þess að það er hægt að merkja við með, sko, ýmsum litum og svona, sko. Það er hægt að gera atveðrilega, sko, sem vinnugagn er hansi gott að hafa þetta á skjá. Já. Það sem náttúrulega, sko,
svo náttúrulega vandamál að mér eru sendar allar bækur sem koma út á Íslandi. Já, ég ætlaði að spyrja hvað... 900 talsins í ár. Ég hitti Lilju menntamálaráðherra daginn, hún var að sýna mér þetta hvað kom út mikið, þetta var ægilega mikið og ég hef ekkert pláss fyrir þessar bækur, sko. Nei, það segir svona eiginlega bara sjálft. Það er ekki bara eitthvað húsi frá 1800 Já, það er ekkert hátt til loft, þetta er bara eins og Laxdalshús eða eitthvað svo. Já, einmitt. Það er nú fljótt bara fullt af bókum. Þannig að ég þurfti að losa mig við allt mikið af bókum. Í rauninu vildi ég alveg eiga stærra hús og halda einhverjar bókum eftir. Það voru bara búa til bara bókasafn Egils einhvers staðar. Já, ég sko, hefði ég, að því ég er nættur orðin svona mörg á, þá hefði ég sko, þá þyrfti ég helst að vera hér skemma, sko. Já. Bókaskemman. Það hljómar enda bara vel. Já. Er þetta ekki líka allt áritað? Jú, það er allir að reyna að koma sér í mjúkinn. Já, ég hef líka áritað bækur af frægum erlendum höfundum og svona. Já. Það var komið í þáttinn. Þú kannski tímir ekki að láta allt frá þér? Nei, ekki, en það er enda undir eins og ég fór að losa mig mikið af bókum, þá fóru þær að tínast, þá vissi ég ekki lengur hvað það voru og svona. Já, einmitt. Mér brá daginn því ég fann ekki Njálssögu, þá fannst mér eitthvað eins og væri komið eitthvað svona los á tilveruna hjá mér. Já, einmitt. Festan farin. Já. Ó nei. En sko áttu þér einhver svona, það er kannski erfitt að spyrja þig hvort þú eigir þér einhverja uppáhaldsbók. Er það til hjá þér? Ég les mér vel bækur ekki oftar en einu sinni. En eru einhverja bækur sem þú lesið oftar en einu sinni? Moby Dick er ég opaslega hérna. Já. Þetta er Herman Melville. Það er kannski svona, kemst næst í að vera uppáhaldsbók. Já, af hverju er hún uppáhaldsbókin? Hún er svo stór og breið og fjallar svo stór þemu. Já. Þú veist, hvað er þessi hvalur? Er hann, þú veist, reiði Guðs eða hvað er hann skrattinn sjálfur eða, þú veist, og fjallar menn sem eru svona algjörlega obsesseraðir að því að veiða þennan hval og ég meina, hverju eru þeir að reyna að ná með því? Þetta er, þú veist, hefnd og þetta er bara ofsalega stór og breið hugsun, sko. Einmitt. Og hvað svo? Ef þú veiðir hvalinn, hvað svo? Ég veit það, en endanum tárti mér hvalurinn náttúrulega mönnunum. Það getur ekki farið öðruvísi, sko. Í draumi sérhvers manns er fall hans falið. Já. Svo oft. Hann er bara eins og svona ein risastór fíkn, þessi hvalur. Jú, hann er draumurinn. Við getum ekki, draumsýni sem við getum ekki náð. Þetta er ægilegt, sko. En sko, hefur einhvern tímann velt því fyrir þér að skrifa sjálfur? Já, ég held ég var nú ætlað að verða rithöfundur en ég endaði svona í blaðamennsku sko eiginlega óvart. Var svona bara dattarinn og var eiginlega hringt í mig og bara beðið að koma. Ég var bara unglingur eiginlega. Já. En þá þurfti fólk ekki að mennta sig svona mikið til þess að verða blaðamenn á Íslandi. En ég hef aldrei haft alveg úthald í það sko, eða svona einbeitingu. Nei, ok. En þú hefði gert tilraunir til þess, sem sagt, eða? Já, langt síðan sko. Já. En til dæmis, ég get búið til sko langa sjónvarpsþáttaraðir sem eru, þú veist, byggðar á heimildum og mikil heimildavinna á bakvið og allt það. Og ég, þú veist, en kannski er ég bara ekki með nógu mikið ímyndunarafl, sko. Kona mín er með miklu meira, sem er matrislu maður, hún er með miklu meira ímyndunarafl en ég til dæmis. Já. Já. Sko... Við reyndar erum alltaf að spinna einhverja sögurvillisur á milli okkar og eitthvað svona grín sketsa nánast. Já. Og kannski þurftu bara að fara að skrifa eitthvað því niður. Alveg upp í stand, sko, en hún er miklu fyndin, sko, hennar ímyndunarafl er miklu lengra en mitt. Já, ok. En sko, kannski ertu bara búin að lesa of mikið af því sem aðrir skrifa. Já, búin að hefta þetta. Já. Það búið eitthvað, þú getur ekki farið að finna upp hjólið og þú er búin að lesa allt. En ég dáist að fólki sem er sko listamenn, alveg listamenn og er að miðla einhverju sem maður sko er svona einhvern veginn handan við það sem maður getur ímyndað sér að hugsa sér og ég meina ég dáist að rithöfund. Ég dáist líka syni mín sem maður getur settið og spila samið, þú veist, ég setur á nóttur sem er lög og svo segir hann með pappi, ég sendi 3 lög í nótt eða eitthvað svona, sko, veist ég, þetta er eitthvað þetta er náðargáfa og svo eru sem ég þekki fólk sem hefur náðargáfu til að skrifa til dæmis. Já, en þegar þú lest bók... En ég ætla ekki að öfunda það, sko, ég sagði mig sjálf á mig einhvern tímann, ég ætlaði aldrei að öfunda neitt og ég reyna að lifa samkvæmt því. Já, en hefur maður stjórn á því? Maður getur reynt það. Maður getur reynt það, já. En það er svo erfitt núna í samfélaginu þegar maður eiginlega fær að vita of mikið um annað fólk.
það Í með þessu samfélagsmiðla og allt er þetta. alltaf alið á öfund af því að þú veist, við fáum að vita hvað sumir það var þá búinlega gott. Já, Og í og þú fínum veist, húsum og maður er einhvern veginn stöðugt myndur á það að maður er ekki með þetta, sko. Það er það. Já, Jú, en öfundin er bara svo mikið eitur og öfund og beiskja, maður hefur Já. kynst fólki sem er beist, sko. já, En þetta er svo mikið lendi í þannig aðstæðum í lífuna að geta ekki verið þannig beskir en þetta er eitthvað sem maður sko verður að reyna að kveða í kútinu með þess. já. Finnur þeir tilfinningar. Já, ég manna einmitt þegar ég var að tala um hennar nýraða mann daginn að hann er alltaf áhugavert að spyrja svona lífsreynt fólk Jú, hvað svona skiptir mestu máli og honum fannst það eiginlega vera bara að taka sig ekki of alvarlega, sko. jú. Og ég hugsa að það sé Eins og við vitnum þetta aftur í fjölskyldunni þá er það bæði kona mín og sonur eru bæði þannig gerðar að ég held að þau geti aldrei farað öfundan okkur mann, sko, en Nei, ég myndi mér að miklu svona líklegri til þess og þess vegna þarf ég kannski svolítið að veist, já, hugsa það, sko. já, Og þetta líka það að ákveðin tilheng bara í parta minni fjölskyldu að tala illa um fólk og það er annars sem ég vilja reyna, sko, hinn helminguna fjölskyldur eru kristnibóðar, alveg hátrúlega fólk og myndi aldrei tala illa um já, nei. og ég Ekki nema trúleysingja. ég legg mig fram með það að reyna að leggja mig fram með að tala ekki illa um fólk Já, svona, af því ég kann það alveg, sko, kann alveg að tala illa um fólk já, en mér finnst það ljótt. sko það er pínu, manni finnst vera, ég veit ekki hvernig það er í öðrum löndum, en mér finnst vera svolítið svona hefð fyrir því að tala um nágrannan og bera saman á Íslandi. Ég veit ekki hvort að það er bara einhver tilfinning eða, Það er alveg rétt hjá þér. já, Líka íslenskur húmor er alveg ógeðslega kvikindislegur og já, yfirleitt mjög á kostnað náungans, sko. já. Ég meina, ég veit ekki hversu marga Hafnfirðingabrandara maður sagði þegar maður krakki aldrei komið í Hafnarfjörð og þekkti engan úr Hafnarfirði. Nei. En þú veist, engu síður komið fordóma þarna fyrir heilu bæjarfélagi bara því að það er alltaf verið að segja einhverja brandara Já, þá, þú veist. en ég er svo mikið að reyna að vera eins háheilagur, sko. Ég bara, að það er svona ákveðin hlutir sem maður á að svona reyna að sigla framhjá í lífinu. Já, Og til dæmis lærði ég þetta aldrei mikið af þessu kristna fólki sem að er í móðurfjölskyldu minni. Já. Kristnibóðar í Afríku og Kína og svona, þú veist. Þetta var, þú veist, ég er ekki trúaður en ég lærði samt að þetta fólk sem var til í að svona fórna einhvern veginn sjálfur sér fyrir einhvern málstað sem það trúði á já, og lifa einhvern veginn í samræmi við það og hjálpa öðrum og velta sér ekki upp úr efnislegum gæðum og eitthvað svoleiðis, sko. Það var alveg mjög sterkt í minni mjög fólk. Hafði enga tilfinningu fyrir neinu sem var efnislegt. Mamma mín var alveg, hún var reyndar, hún hafði sagt skilið við þessa trú en var svona algjörlega laus við að kaupa sér þvottavélar og sófa og bíla og eða bara alla efnishyggju, sko. Ég myndaði hvað væri næs ef við værum öll þannig, sko. Ef við verum allir sem mamma mín þá væri hann bara friður í heiminum, sko. og ekki engin gróðurhúsaáhrif og ekki neitt, sko. Nei, einmitt. Hún dó nú fyrir hvað? Fyrir 1,5 ári síðan eða innan ágúst í fyrra. Samríkistir? Já, hún var bara svona. Hún greinilega verið góð kona. Hún var mjög góð kona, sko. Já, það er gott að vera alin upp af einhverjum sem að, sko, já, veit hvað skiptir mestu máli, sko. Já. Myndi ég halda. En það var svona, hún var alltaf mikið upp á bókina, sko, og svo ferðaðist hún mikið allan heim og alveg ótrúlega dugleg kona, sko. Ferðaðist hún þá í rauninni út að foreldrar hennar voru trúboðar? Já, nei, hún lærði sko landafræði og var svo í háskólanum og hún var eina að keyra á Volkswagen bíl í Mexíkó og þú veist. Magna. Inn í eyðimörkinni í Ástralíu og í Eþíópíu og Íran og ég veit ekki hvað. Þú er bara að skrifa ævisöguna hennar. Ótrúlega frábær kona, svo var hún að stofna undir kvennaframboðsins. Já, ok. Hún hefur verið svona jafnréttisinn líka. Já. Já, maður má alveg segja feministi. Já, hún var algjörlega feministi og svona frekar snemma í þeirri bylgju, sko. Já, það er magna. Þannig ég var svona alveg við jafnréttis sjónarmiðin, ég veit ekki hvernig það virkað, jú, það var á mínu heimili, það var. Já, ég meina þetta. Það tengum í huga að konur væri eitthvað aftar en kallar, sko. Nei, það er náttúrulega magnað, því það er bara fullt af fólki sem er náttúrulega alið við að það sé bara fullkomlega eðlilegt að karlmenn séu í meiri ábyrgð heldur en konur. Og þetta var svona frekar snemma, sko, ég meina. Bara alveg frá því ég strákur, sko. Já. En það var systur sem
ég vildi hann gera hana fórseta, ég hef nú verið stungið upp á því að ég var systir, hún heitir Halla og framkvæmdastjóri hönnunarmiðstöðvar og ef ekki borgarstjóri kannski eða fórseti. Já, þú mútið treysta henni í það? Ég myndi treysta henni í það, hún er miklu sterkari persónuleiki en ég, sko. Ég skil þig. Og eldklár. En þú ert eitthvað svona stundum að gera lítið úr þér, hefur ekki einhverja kosti? Jú, ég lítið úr mér, ég hef ekkert alltaf ofsalega mikið sjálfstraust eða svona ég býnur svona alltaf svolítið efins Ok, og hvernig tekst á við það? Það er náttúrulega partur af þessum kvíðasyndrómi, að sjálfsmynd mín getur orðið léleg, það er náttúrulega partur af því að vera kvíða sjúklingurinn. En hvernig tekst á við það? Þú veist, fyrir utan lyf? Það er ekkert annað en að það er bara svona óbúslega einfaldar aðferðir. Já. Þú veist, það er bara friður, gönguferð með sjónum, eitthvað svona, það er einhvers konar núvitund. Hreinsa hugan. Já. Það er ekkert annað sem og reyna að settast við sjálfan sig, það er bara það er ekkert margir aðri kostir í boði, en að fólk skildi ekki tala illa með þessi lyf, því að þau hafa, ég veit svo marga sem hafa, væru algjörlega óvinnufærir. Já, ég held að sé nú örgulega langflest komin á einhver lyf í dag. Nema, þú veist, og ég tala við, heyrti fólki sem að, til dæmis þingmaðurinn Helgi Hrafn hefur talað um þetta, sem maður sem ég mikið álit á, bara beint út að, þú veist, ef að þessi lyf hefði ekki verið, þá væri hann bara aumingi, eða ekki aumingi að verði, allavega ekki það sem hann er í dag. Nei. Ég er bara full að trúa þessu líka, ég er sjálf á lyfjum. Já. Við erum öll á lyfjum. Og þannig að þú veist, það kannski koma betri lausnir einhvern veginn í framtíðinni, en við skulum reyna að notast við það sem við höfum. En það er gott að allavega hafa þennan svona smá stökkpall. Já. Til þess að einhvern veginn geta komið ró á höfuðið, finnst mér. Það er. Svo að maður svona nái að einbeita sér af því sem maður þarf að gera. Já. Það finnst mér svona lyf gera fyrir mig allavega. Botninn sem maður getur sokkið honni verður, hann færist ofar, það myndi ég segja það. Botninn getur verið hérna en hann verður hérna, það er eitthvað svona, þú veist. Já, ég held að það sé góða punktur, og einmitt mjög mikilvægt að reyna að uppræta svona fordóma í garð, svona geðlyfja, Já. Og garð geðsjúkdóma, ég meina við erum alltaf að upplifa. Þú veist, ég er náttúrulega ekki með alvarlegan geðsjúkdóm, ég er með, þú veist, ég meina við erum að mæla þetta, þá er ég ekki með, þú veist, eitthvað hræðilegt með þessum, en það eru hryllilegi fordómar gagnvart geðsjúkum ennþá. Það er það. Og maður verður var við það, hann og góðu vinur minn, hann Héðinn Unnsteinsson sem hefur talað mikið um þetta, drekkur með mér kaffi á morgnana. Já. Í mjög svona skrýtnum klúbbi sem kemur saman út í kuldan, hann var skólaverustíg hverju morgni, alls konar fólk og það er saman út í kuldan. Það ljómar mjög vel. Fer aldrei inn, þú ert velkomin, ef þú kemur til Reykjavíkur þá ertu velkomin, það er svona milli 8:30 og 10 á hverju morgni. Já, hljómar vel, ég kíkja á þetta. Líka helgar eða? Nei, ekki helgar. Nei, bara virkardagum, ok. Tjekka á því. En tíminn er eiginlega bara búinn hjá okkur. Ok. Það líður svo hratt. Tíminn líður svona hratt. Ertu ekki vanur þessu eða? Nú ætla ég ekki að monta mig, en ef tíminn líður hratt í viðtali, þá hefur það verið gott. En ef maður er fann að líta á klukkuna mikið í viðtali, þá veit maður að það er eitthvað sem við mistekist. Já, einmitt. Ég er bara búin að líta svona 2 svar. Ok. Þetta hefur verið sæmilegt. Þetta var sæmilegt og mjög skemmtilegt að tala við þig. Takk hella fyrir að koma og bara njóttu hérna fyrir norðan. Já, mín er með. Takk. Takk fyrir að horfa á Kvöldkaffi. Við sjáumst aftur að vikuliðinni. Verið sæl.